Já, hérna nú opið málefnastarf á vegum Sjálfstæðisflokksins í fullum gangi. Við höfum lagt á það áherslu núna í aðdraganda landsfundar að hafa málefnastarfið og undirbúnings þess opið og aðgengilegt fyrir flokksmenn alla. Það hefur verið haldnir margir núna opnir málefnanefndarfundir á vegum flokksins í Valhöll undanfarnar vikur og dagurinn í dag annar af 2 opnum fundum þar sem öllum flokksmönnum, hvort sem þeir verða að lokum landsfunda fulltrúður ekki, gefst færi að hafa áhrif á stefnumótun flokksins í aðdraganda landsfundar. Við erum búin að halda eitt svona sameiginlegan fund til þess að fara yfir verkefnin og svo þessi vinnufundur búin að vera í dag. Það búið að vera mjög gagnlegt, búin að fá hérna 2 alþingismenn annars vegar til að tala stjórnskipunar- og réttarfarsmál og hins vegar varnarmál. Ég í innanríkisnefndinni og að stýra umræðum sveitarstjórnar, samgöngu og skipulags- og umhverfismál. Það eru stóri málaflokkur undir. Já, þetta alltaf mjög forvitnilegt að vera í svona starfi með öðru fólki og fólk sem hefur ólíkan bakgrunn og ólíka skoðanir á utanríkismálum og það er mjög gott og skemmtilegt starf. Hjá mínum hópi þetta stjórnlagaráðið og svona löggæslumál og dómstólur og þannig. Það er að segja að styðja betur við lögregluna og segja það að sé komið að þolmörkum í niðurskurði. Við erum að tala skólastarfi í grunnskólanum, hvað megi gera betur þar, auka virðingu fyrir skólastarfinu og starfi kennara en líka setja auknar kröfur á skólastarfið. Og það er svona stendur upp úr í þessum hópi að fólki finnst að við erum að horfa á samgöngur í heild, ekki líta á þéttbýlið og landsbyggðina sem aðskilda þætti, heldur að líta á þetta svona, láta þetta vinna allt saman. Núna er það samskipti okkar við Evrópusambandið, stöðu Íslands í aðildarviðræðum við sambandið, hagsmunir á Norður-Atlantshafssvæðinu, umhverfis og auðlindamál og samstarfi aðra þjóðir skynsamlega nýtingu þeirra auðlinda. Ég hef nú svona yfirleitt bara verið nefndamaður og þá hefur maður getað sagt allt sem maður vill og eitthvað þannig. Þetta er meira svona stjórn á umræðinum og hlusta á aðra og svona. Það er þetta lærdómsríkt út af fyrir sig. Núna kannski fyrsta skipti að þá getur fólk og sjálfstæðismenn á landsbyggðinni bæði tekið þátt með því að horfa á fundina í beinni útsendingu en líka spurt spurninga sem að koma þá með tölvupósti til fundarstjóri á hverjum fundi fyrir sig og þar af leiðandi fengið svör við því sem á fólki brennur vítt og breitt landið.